Þá ætlum við að halda áfram í föstudagsþættinu sem við tökum hérna upp á stað sem heitir R5, glærni staður hérna á Akureyri við Ráðhústorgið. En næst komið að því að tala opnun á sýningu í listasafni Akureyrar og það eru heimamenn Akureyringar sem eiga svolítið sviðið núna. Já, einmitt. Og það Jón Laxdal sem opnar í mið- og austursal sýningu sem heitir Úr rústum og rusli tímans og Samúel Jónsson sem í vestursalum. Hann þessi hérna. Nákvæmlega. Það fer ekki milli mála. En aðeins áður en að við förum að kryfja hann og hans sýningu. Jón Laxdal. Já, þetta yfirlitssýning og ekki yfirlitssýning. Það að segja að þetta elstu verkin eru svona 30 ára gömul. En samt sem áður ekki verið að gefa einhvern svona nákvæmt yfirlit yfir ferilinn. Heldur sýningarstjórinn Hlynur Hallsson og Jón hafa valið, þetta svona selektív sýning frá þessum langa tíma og ný verk líka. En af hverju þessi yfirskrift? Það vegna þess að Jón vinnur svo mikið úr þessu. Þarna sækir hann efni sitt. Hann notar gömul blöð, gamla bækur, klippir mikið og límir upp. Stórt verk sem eru skóflur, sem raðað í röð. Glæsilegt verk sem svo klæddar með pappirs, pappirsrifrildum, límt upp. Mjög glæsilegt og þetta svona áhugaverði punkturinn sem mér finnst rosalega því að ég þekki Jón náttúrulega mjög vel persónulega og margir gera það hér fyrir norðan að það þetta úrval. Við getum séð hvernig þeim hefur tekist til með þetta úrval. Það mjög áhugavert. Við reyndum náttúrulega að fá hann í þáttinn svo við tökum það nú fram, hann bara komst ekki. Nei. Þannig að þú ert svona staðgengil hans. Ég staðgengil hans. Svona skrítið að vera að biðja þig að útskýra hvað listamanninu hugsa en ég veit að þú ert náttúrulega búin að vinna með honum og mjög lengi, Síðan, svo ég kláraði þetta bara hérna, að svo að loka vikan, 13. mars enda sýningin og vikuna þar á undan mikið að gerast. Þá kemur bók, þar sem að Guðbrandur Sigurlaugsson hefur tekið viðtal við Jón og síðan sá texti þýddur á ensku, grísku og latínu. Og latínu? Latínu, já. Það alheimstungumál í dag. Það tungumál heimspekinganna og alheimstungumál fortíðarinnar. Og síðan verða svona ýmiss konar menningar viðburðir sem verða síðan þessa viku. Og Guðbrandur og Jón eru upphafsmenn Rauða hússins, margfræga sem var hér á Akureyri og á sinn stóra sess bara í listasögu landsins. Og þetta var gjarnan takturinn í því þegar að menn voru að búa til uppákomur þar að blanda saman myndlist og ýmiss konar öðrum menningar viðburðum. Og sérstaklega í þeim tilgangi að skemmta sjálfum sér. Já. Og svo gátu náttúrulega allir komið að vera með. Og þetta svona svolítið í þeim og dálítið svolítið mikið það sem gerist í dag. Það oft eitthvað tengt sýningum. Já. Sem skemmtilegt, hvers konar list sem það Nákvæmlega. En Sammi, sættu blessaður. Já. Góðan dag. Varstu nokkuð farin að fjara út frá okkur? Nei, ég var bara spekuð í hvort að Haraldur vildi ekki bara segja bara viljum hina sýninguna líka, það væri bara fínt. Já, það náttúrulega alveg nóg, ég mætti eitt hérna. Já, ég veit það, þetta var eiginlega tónvils. En hérna á Akureyri ert þú náttúrulega alveg heimsfrægur. Alveg hryllilega frægur. Og fyrir Sammi í marki. Já, svona eldri 67 ára. Já. Það heilu kynslóðina sem veit ekkert hver ég núna. Nei. En þú ert Sammi í marki, það nú margir sem að þekkja þau undir því heiti og það hefur nú alveg típenda merkingu eða hvað? Í dag? Já. Þú varst í marki í gamla daga? Já, aðalmarkmaðurinn í fótbolta og svo náttúrulega bara flutti ég í sveitina og var að láta húsið heita eitthvað og það var ákveðið að hafa mark, þannig ég væri bara áfram í marki. Já. Það nú skorað æði oft hjá mig núna. Já. Og svo varstu náttúrulega lengi að vinna upp í íþróttahúsi Síðaskóla. Já, ég búinn að sjá þessum íþróttamann í 40 ár. Já. En hin hliðin á þér náttúrulega þessi myndlistamaður sem hefur aldrei þagnað. Nei, þetta hefur alltaf verið með manni, sem ég myndi að rifja það upp. Hvernig maður lét, en ég fór svo bara í íþróttir og var svona eins og venjulega, maður náttúrulega gerði alltaf eitthvað með þessu, Já. Og svona, en ég nefnum ekki að rifja það upp alls. En svona ég getað stundað þetta svona nokkuð í síðustu 30 árin. Já.
og nú ég hættur að vinna sko hjá Akureyrarbæ, þannig að ég allan daginn og þá þetta náttúrulega allt annar hlutur. En hvernig það? Hvernig að fara úr því hamagangnum í íþróttahúsi yfir í listsköpun allan daginn? Það bara loksins. Það loksins? Það bara æðislegt. Mér finnst það alveg ótrúlega gott. Ég held að þetta yrði kannski snúnara því maður vanur að, eins og þú segir sko, að vera í þessum látum sko. En ég var búinn að undirbúa þetta helviti vel sko. Ég var búinn að tella mig trú að þetta væri á hundleiðileg vinna sko. Já. og einhvern veginn svo leys. Já, leiðileg krakkaðar og allt ömurlegt. Já, þetta var sérstaklega að upplifa þetta sko að allt einu bara geti gert það sem ég sýnist. Já. Og hvað ger ég þá? Þá ger ég maður bara svona. Já, bara listsýningu. Já, bara mjög þetta alveg frábært. Mikið að skeja manni. Maður hefur nú fylgst með verkunum þínum svona í gegnum tíðina. Þú er alltaf notað ofboðslega sterka, svona skæra liti og það hefur verið nokkuð augljóst að þetta séu þín verk. Ertu eitthvað að breytast? Já, sterkari liti en svo í seinni tíð, síðustu 2-3 árin sko. Og þá svona, já, eitthvað hreinni, þetta bara, ég veit ekki hvað ég var að segja við þessi verk með það, ég byrja bara á þeim og svo klára ég þau og svo þetta bara svona eða ónýtt og Sérðu, þarna kemur hæverski listamaðurinn allt í einu sem aldrei, sem að kjaftur á hver tungan en þegar það kemur að ræða eigin listsköpun, þetta erfitt sem ég gerir, að ræða verkin. Þetta alveg nýr samið sem situr hérna í hliðina. Já, ég veist afsökun á þessu. Hóvari feimnatýpan, vegum öll mismunandi hliðar, en kannski ágætt að fá þig bara kannski til að lýsa pínu hans verkum. Já, þetta alveg hörku sýning hjá sama og ofboðslega öflug sko, svona slagkraft. Og það alltaf svo mikið, ég rosalega hrifin af verkunum þínum, bara svo það sé sagt. Það alltaf svo mikið líf og gleði og ævintýramennska sem að svo einhvern veginn, ég veit ekki, gefur þessa gleði og orku svolítið. Og hann að rannsaka sko þennan myndheimsinn sem sko hann situr svona sko ágætis gamalt máltæki sko, skósmiður sit við þín list. Það að segja að menn eiga að stunda það sem þeir eru góðir og gera vel þar. Og Sammi hefur einmitt verið að þessu að rannsaka sín eigin myndheim og maður sér alveg þessa ferð sem hann á sko. Og það náttúrulega svo skemmtilegt. Já, mjög gaman sko. Eins og Ólafur Stefánsson sagði, ég horfði nú á heimildamyndina hann sem daginn, Óli Prigg, mér fannst svo gaman þegar hann sagði bara ef þú ert að gera það, og þú gera það eins og tjamp. Ekki að gera það bara með hangandi hendi, gerðu það þá best, alveg sama hvað þú ert að gera. Mér finnst það svolítið svona góð, hvort þú ert að skúra gólfið eða tímanið þínum í myndlist eða búið til sjónvarp eða gerðu það þá bara eins og tjamp. Mér finnst það svolítið. Þess vegna nú svona orðvar núna vegna þess að þetta augnablik kemur ekki aftur, þetta verður tekið upp. Þannig að sko hafa það sem svona notalega bara. Menning að gera hlutina vel, sagði Þorsteinn Gylfason. Nákvæmlega. Þetta svolítið svoleiðis. Já, og ég eiginlega alveg viss það að þessi sýning á erindi til bæjarbúa, þarna eigum við að mæta til ykkar tveggja. Já, þetta mjög frísklegt og skemmtilegt. Og mjög ólíkt væntanlega. Já, mjög skemmtilega ólíka sýning. Mér finnst það mitt spennandi við það. Og þegar þetta kemur svona upp, þá allt í lit og látum. Svo bara hérna nonni sko. Nákvæmlega. Og fylgjast vel með þegar við auglýsum nánar þessar uppákomur í vikunni fyrir lokun sko. Verðurðu stressaður og feiminn þegar það kemur að opnun? Nei, mér finnst það bara spennandi sko. Eina sem ég alveg handónýtur í sko, að ef einhverjum dytti í huga bara að kaupa myndið eitthvað, þá verð ég bara að fá einhvern annan í það að sinna því, því að það finnst mér erfiðast að það er fóða skrítið. Alveg furðulegt, hvað sem sko. En mér hefur fundið sko, mína myndir hafa nefnilega verið að þróa svolítið út frá þessum svarta lit sko. Sem er svona sterkari sko, og hann hefur kallað á þessa sterku lit einhvern veginn öðruvísi. Og þannig verður þessi kontrast til og mér finnst það mjög spennandi og ég hef verið svona að vinna úr þessu sko, af því að það hefur nú gengið ýmislegt á í fjölskyldunni sko. Og þá kemur mér svolítið óvart sko, fegurðin í litunum sko. Og þá fatta ég það bara allt í einu að ég að eldast við fegurðina sko, eða svona elda hana. Til þess að gera eitthvað gott eða þú veist, bara þannig sem að þegar myndirnar loks eru búnar sko, þá er það bara eitthvað svoleiðis. Yndislegt. Já, það er fínt. Já, það er bara yndislegt, mér finnst það. Gaman að fá ykkur báða tvo, ég hlakka til að koma og sjá sýningun.
Takk fyrir. Og við höldum áfram í föstudagsþættinum eftir augnablik.